Uggar er það sem fiskar nota til þess að koma sér áfram og til þess að stýra sér á sundi. Uggar skiptast í raun í tvo hópa eða beinfiskar skiptast í tvo hópa. Það er að segja hvort þeir eru holduggar sem eru með ugga sem eru meira svona eins og hreifar á selum eða hvölum, samt töluvert mjórri, eða geislauggar sem eru þessir hefðbundnu uggar sem við þekkjum með beinum og þunnri húð á milli. Uggarnir á fiskum bera nöfn. Og nú ætla ég að teikna hérna stórfenglega mynd af fisk. Hérna er augun og hér er munnurinn. Aftast er sporðurinn, við kallum þetta stirtlu, það er að segja vöðvinn hérna sem að sér að hreyfa sporðinn. Og þetta er yfirleitt megin ugginn, ef við kallum þetta ugga, sem sagt aflið til þess að koma fisknum áfram. Það er mjög misjafnt eftir tegundum hvort þau nota mest sporðin eða eitthvað annað, en flestir geislauggar nota mest sporðin til þess að koma sér áfram. Síðan er bakuggi og þeir eru stundum fleiri, þeir eru á bakinu. Hér aftast er það sem kallað er raufaruggi, nálægt gotraufinni. Síðan er eyruggi sem er hér. Þessir uggar, það er að segja bakuggin og raufaruggin, er í lengungu notaðir til þess að gera fiskinn stöðugri á sundi. Eyruggin er notaður til þess að stýra á svona á hægu sundi, sumir nota hann meira, og svo er til kviðuggi sem er stundum hérna undir. Það er ekkert allir fiskar með alla þessa ugga, en þetta eru svona þessir algengustu og sumir fiskar eru með allt og meðan sumir eru með færri.